Já, hann er með stjóri. Þetta er já. Ok, þannig að þetta er ekki tilbúið ennþá? Jón. Jón Þorstein. Halló. Hæ. Hæ. Nú, þetta var live sko. Það var live, ég ætti að prófa þetta sko. Hvernig er þetta myndavæl? Hún er fín, þú mátt hæra hana aðeins að nær miðjunni. Nær miðjunni. Þess nær miðjunni tjaldinu, þannig að stíðir snúið eitthvað byggt á fólk sko. Það er svona. Svona. Við þau hérna að kveikja á. Aðeins til. Það er ekki verið að setja skjáma. Já. Það er ekstra veginn. Nú? Hæ? Ég þarf að hefða það í hófsonna. Hann er ekki mikill veiðimaður, hann er eitthvað óvænt sko, bróðir hans, það datt einhver úr veiði sko, hann hafði hringt í hann og ákvaða að slá til sko. Það er varsans á hann, Varsans? Já. Þetta er slökkt á mér. Hvað er þetta? Ekki að það? Tveir dagar, eða sem sagt, Fólki fóru á staði gerðbúti eða? Já, þetta er svona skipti, það var eitthvað mánuð fyrir Það er búin að nota mikið. Hvort þeir eru á? Já, það er fyrir húsum og saman. Þetta er svona annar hópar líka, já, hann. Ég veist að þeir eru á máttum húsum klúna 3 dag. Já, það getur passað það. Sér svona skipti. Ég held það. Þetta var að vinna í gær. Einmitt. Eitthvað svona, já. Já, mér er alveg, ég sko, alveg sko, bara nú í suma sko. Ég vildi eitthvað litla helgur í ástæðum. Ég var bara hleymin í. Ég er rosa galið. Ég er alveg já, hún er æði. Já, það er það. Já. Ég sagði ég nú svolítið sko, ég kann ekki og síman, ég ekki verið
Já, akkurat. Ég kann ekki neitt svona. Ég það á samtíðinni, já, það svoleiðis. Ég Já, það spyrir hún eins og gestur. Skildi hún hverju með okkur öflast fyrir ég verði geta heima og ég hafa okkur stöðbúin en það sæti ég hafa alltaf reynda síman þegar ég veit þetta ef ég á að gera síman ég dáist sömur er það já, og þá getur sett já, ég er bara þetta er mér segir nú ekki sama hér svo komum við alveg Ben heb je zo'n jolles op de vrije? Jæja, gott fólk. Ég ætla að bjóða ykkur öll velkomin til þessa fundar Landssamtakanna Þroskahjálpar og réttindavaktar velferðarráðsins. Þetta er 4. fundurinn í 5 fundaröð sem hefur yfirskriftina að vera fullorðinn og fjallar ýmislegt sem breytist í lífi þroskaheftra ungmennaréttins og annarra við það að vera fullorðinn. Og eitt af því sem breytist er það að vera fullorðinn þá sem bæði ætlast til þess og maður óskar eftir því sjálfur og taka þátt í atvinnulífi. Ég þarf ekki að segja það í kannan hóp að þetta er eitt af því sem því miður hefur ekki alltaf gengið smurt það var það fólkið en til þess að fræðast þau tilboð sem er í gangi og stöðu mála þá höfum við fengið hérna 2 fyrirlesara Bryndísi Theodórsdóttir sem kemur frá Vinnumálastofnun í miður Ragnheiður Helgisdóttir sem við auðvistu líka hún kemst í kvöld þannig að Bryndís ætlar bara að taka hennar pakka líka Ragnheiður er líka starfsmaður Vinnumálastofnunar og svo hvað heitir það? Halldóra Þótt Jónsdóttir já, þetta myndi ég hún er lagt að kalla Halla sem er formaður hlutverks Samtaka vinnuverk já, þannig að hún er bæði forstöðumaður á einum menntuðu vinnustað sem heitir Vinnustofan Ás en hún er jafnframt formaður þessara samtaka þessara staða þannig að hún mun ekki síður vera að kynna í raun og veru hvaða slíkir staðir í boði. Við erum hérna, eins og ég var að segja hérna áðan, við sendum þessa fundi út. Nú er þetta orðið svo hátæknilegt að sá sem stjórnar útsendinguna, hann er út í Mörk. Við höfum verið í símasambandi við henni, hann er hérna með aðstofumann hérlendis, þannig að þetta er að vera afskaplega svona glóbast. Þannig að ég veit ekki, er sem sé allt tilbúið, eru glærurnar komnar á allt núna? Hann er alltaf að stúsa sko, en svo er þetta með glærinn þarna sko fyrir skjávarpan. Ok, en við bara byrjum. Já. Ok, og hérna, hún Bryndís ætlar að byrja, Bryndís Theodórsdóttir frá Vinnumálastofnun og fjallar það sem er helst á dögum þar og hvernig Vinnumálastofnun stendur að atvinnumálum fatlaðs fólks. Já, takk fyrir. Komið sæl.
eins og aðeins kom fram, þá heiti ég sem sagt Bryndís Fljótsdóttir og er sem sagt verkefnisstjóri Vinnumálastofnunar. Ég vil bara svona svo ég viti kannski aðeins minn bakgrunn að þá sem sagt byrjaði ég hérna 1998 sem sagt að vinna í atvinnustuðningi sem var þegar hjá Svæðisskrifstofunni Reykjavík, Svæðisskrifstofunni málefna fatlaðra. Og þegar Svæðisskrifstofurnar voru lagðar niður fyrir 2011 þá flutti ég sem sagt Vinnumálastofnun með atvinnustuðningi einingunni, sem sagt frá Svæðisskrifstofunni til Vinnumálastofnunar. Þetta var mjög mikið baráttumál hjá okkur í tíma að sem sagt hugmyndin var sú að atvinnustuðningi færi til sveitarfélaga á þeim tíma og við barist af því að þeir færi til Vinnumálastofnunar eins og önnur atvinnumál. Og það tókst á þeim tíma, það var svona rétt svona eins og forsöguna og með því að það var að gera þjónustusamningar í sveitarfélögum, þannig við vorum sem sagt þessi eining sem fór frá Svæðisskrifstofunni var að fór þangað sem þetta þjónustusamningi sem sagt og þar til núna 1. janúar 2016, þannig að við vorum sem sagt 2011 til 2016 á þjónustusamningi. Loksins núna, sem sagt í janúar þessu ári, þá þessi þjónustusamningi ekki lengur í gildi og núna eru sem sagt atvinnumál fatlaðs fólks á Vinnumálastofnun. Það er afskaplega gleðileg tíðindi að mínu mati. Ég held að þið séu algjörlega saman og það verður. Endilega stoppið við það. Mér finnst það bráðgætt. Ef það er eitthvað sem er óskiljanlegt, ég hætti til að tala hratt, stoppið við endilega þá. En ég ætla ekkert að hafa ekki um það. Mér finnst mikilvægt að koma þess að það sem er stóra verkefni núna og við höfum verið að vinna núna frá janúar og hefum ekki gríðarlegan tíma. Það er að vinna að þessari yfirfærslu atvinnumála fatlaðs fólks til Vinnumálastofnunar. Og þetta er hérna verkefni á landsvísu. Þetta er verkefni sem er verið að innleiða þetta á landsvísu, búa til samráðsteymi og það tekur tíma svona að byggja þennan grunn. Síðan erum við búið til verðgáttir fyrir ýmsa þjónustu meðan á þessu húsnæðisverkefni og það er útum. Eins tókum við ábyrgð, alla ábyrgð á umsýslu heimsókningu öryrkja. Þeir voru hjá Tryggingastofnun ríkisins og ég veit ekki hvort þið viti hvað það er, ég get útskýrt það seinna eða eftir. Og því miður fyrir alveg rosalega tími að búa til alls konar verðgáttir sem að fer þá svolítið frá þjónustu. En sem að fer að vinna og við sjáum fram að það áfram verður svona hlutum komin í betra form og við getum meira að framþróa. Þannig að það er það sem við erum að gera núna og það er þannig að það hefur aldrei verið hægt að ná í tölfræði bara öll tölfræði atvinnumál fatlaðs fólks hefur verið á víð og dreif. Og það er mjög erfitt að nálgast einhver upplýsingar. Ég held að það sé það sem að skiptir máli núna þegar við komum til einn stað, að við séum góð tölfræði. Hvað er að gerast eru atvinnumál með skemmtilega starfsgetu, eru þeir að fá atvinnutækifæri? Hvað er að gerast í málunum? Og getur byggt á skýrslu og upplýsingar það. Líka til þess að berjast við framlögum og peningum í þennan málflokk. En þetta skiptir greiðlega máli að tölfræðin sé verið í lagi og verið góð. Þetta er svona, já, bara svona til að skýra hvað við erum að gera hérna þessa dagana. Þar til að þessar verðgáttir, verðgáttir verða tilbúnar, þá er sótt þjónustu á vef Vinnumálastofnunar. Og það er svona borðið efst bara forsýðum þess að við sækja þjónustu vegna skertrar starfsgetu. Og þá er sótt þar til eyðublað og ég veit ekki hvort ég komist Já, ok. Við getum bara að vinna svona, og það getur séð hvað þetta er. Þess að við fór síðan það bara farið hér og hérna sótt þjónustu. Hér er fyllt út þetta skjal og athugasemdir einhver og það er með umsóknin komin til Vinnumálastofnunar. Þetta er bara akkurat núna þar meðan við erum að klára þessar verðgáttir. Þannig að allir séu meðvitaðir það. Og það er eins og ég segi, Vinnumálastofnun er ábyrgð fyrir þjónustu á landsvísu. Þannig að þetta á að vera ein gátt, ein leið. Og það sé ekki verið að fara hvort við fara markastæðir í sækja mismunandi þjónustu. Og það er svona það sem við erum svolítið innlega með öllum aðeins. Þetta flækjustunni
nóg saman. Þetta sé svona bara einu leið sem fólk segir við hvaða þjónustu sem hvort sem það stuðningur til að fara í vinnu á almenna vinnumarkað, vernda vinnustaði, yfirhæfingar, hvað sem það Já, og svo þið væntanlega öll aðstandendur þetta útskrifast núna eða hvað næsta því? Erum mismunandi hvernig það Þið eru foreldrar og aðstandendur Það svo sem ekki það auðvist fyrir alla og alla sem að vilja tegja sig Ég skil. En allavega þá vil ég alltaf hvetja þá aðstandendur og Í athugasemd á umsókninni, útskrifastarfsfólk, þá er umsóknin komin í ferli, þetta er opinber stofnun þegar við tökum umsóknin tímaröð og við erum komin í höfn. Við getum bara sett sem athugasemd útskrifastarfsfólk. Þá getur þessi að koma viðtal á borðinu. Það sé komið eitthvað í gang, því að það er svolítið seint þegar við sækjum kannski bara eftir útskrift á vorið. Þegar sumrin til dæmis það er voru lítið að gerast í atvinnumennum sumrin. Þannig þá kemur við þessi biðtími og þá kannski líka betri þjónustu Þannig að ég myndi ekki hika með það og að gera skrifa það bara í aðeins hvað athugasemd bara nefna það. En þjónustan sem Vinnumálastofnun býður upp á að við erum að byggja upp einstaklingsbundna þjónustu og það hljómar alveg rosalega vel en það er eins langt og það markmið fyrir stöðugildi sem við höfum. Markmið alltaf að vera með einstaklingsbundna þjónustu. En eins og ég segi við erum með ég man ekki hvort það sé þetta í 300 manns á alveg vinnumarkað með stuðning og svo eru fjölmargir í atvinnuleit það eru innan við 10 manns sem eru að vinna hlutir bara svona þannig að þið áttu okkur því einstaklingsbundin þjónustu er alltaf markmiðið en það er eins og langt það nær þannig að við getum til dæmis ekki veitt stuðning algjörlega á vinnustöðum þannig að þetta hugmyndir alltaf svo og við séum aðstofa fólk á vinnu aðstofa á tökum á starfinu og síðan smá draugur úr eftir Við getum því miður ekki veitt maður og mannaðstöð sem það frábært. Þannig að við erum að bjóða hennar upp á tvenns konar þjónustu. Það er hversu mikið stuðningur þarf til þess að fara í bæði í atvinnuleitina, hvort fólk er stuðning þegar maður tökum á starfinu og eins eftirfylgd þegar fólk byrjað í vinnu. Og það er allir stuðningur. Síðan erum við líka með ráðgjafir og ráðgjafir á atvinnuleit og það er fyrir fólk sem þarf ekki stuðning á vinnustað. Og sem þarf það aðstofa við að finna starfið og koma á þeim tengslum, ekki aðstofa við að tökum á starfið. Síðan bjóðum við upp á þessu 2 námskeið og annars var þetta réttindi og skyldur á almennu vinnumarkaði. Það er þetta auðskiptu máli. Þarna á þessu námskeið við að fara yfir til dæmis hvernig við getum launaseðil. Hvað er það á launaseðil sem skiptir máli? Því launaseðil eins og öll okkur vita sem er mikil launaseðil gríðarlega flókið og stéttarfélög, hvað er réttinda fólk í stéttarfélög og þetta skiptir allt máli. Og var þetta líka þetta hver er réttindi minna vinnustað og hver eru skyldur mínar. Það er að fara gegnum þess að þekka hvað því það að vera fyrir vinnumarkaðinn. Og þessi námskeið það er ekki fastadagsningur heldur þau keyrð eins og eftir þörfum. Og þetta er hugmynd eða hugsa fyrir þá sem í atvinnuleit. Síðan erum við með námskeið sem taktu skrefið sem er námskeið með markmiðssetningu og þetta er að hugsa fyrir fólk með geðfatlanir. Þetta er annars konar námskeið. Þannig að þetta er námskeið sem er boðið upp á höfuðborgarsvæðinu. Síðan út á landi er upp í miður bara ekki jafnvægi starfsmann og þá er þjónustan önnur. Og þá er yfirleitt boðið upp á þessu þjónustu, ráðgjöf atvinnuleit. En við búum vel á höfuðborgarsvæðinu, við erum með fleiri starfsfólk, þannig að það er hægt að bjóða þessast upp á fleiri úrræði. Síðan spurningi var hvað gerist í framhaldsskóla. Og ég er misskiptur að nemendur verið líka í kvöld. En það sem skiptir og svo miklu máli er það að þegar fólk er að fara að huga því að fara í vinnu, að það er að fara að undirbúa sig. Hvað er það sem ég ætla að gera? Hvað langar maður að gera? Hvað er til að vera raun á markmiði? Þetta skiptir gríðarlega miklu máli. Og líka það að þetta að vinna í góðu samstarfi ráðgjafa, veita upplýsingar og þetta er samvinna.
það er ekkert sem að við getum ekki búið til störf, þetta snýst allur samvinnu og bara rosalega mikilvægt að vera í góða samstöðu og sérstaklega aðstæðan. Og það er, og í flestum tilfellum eru það í frábæru samstöðu. Það skiptir rosalega máli. En auðvitað fyrir að fá leyfi frá okkar þjónustunum til þess að vera tekið á leyfi fyrir hvernig við nefnum við samskiptum. Þannig að það er svona stífa reglur á því. En við hvetjum okkar þjónustunum til þess að hafa aðstæðandi með í ferlinu og það er því hagsbóta, flestir gera. Og eins líka þetta að upplýsa ákveðin þess að skipta máli varðandi atvinnuþátttöku. Það getur verið gríðarlega mörg allir sem skipta máli. Það er bara ofsalega persónubundið hvað getur það verið á vinnustað sem getur haft áhrif á viðkomandi. Hvers konar vinnustaðar myndi hætta. Og leggja áherslu á það sem þetta er sameiginleg ábyrgð. Það er, eins og ég segi, það er starfsfólk Vinnumálastofnunar að gera sitt besta og gera það sem getur og það skiptir máli allir séu með þetta og standi svolítið saman í atvinnulífinu og veitir svolítið uppsökuð hvað er það sem getur hentað. Því að þið veitir það langbæst. Nefndur þið veitir langbæst hvaða starf er sem getur hentað. Svona spurninga opna svona og hugsa það svolítið áframál líka. Hvað finnst fólki skemmtilegt að gera og það er svona ég veit að allavega flest okkar reynum að vinna við það sem er áhuga eða tengist því og það er yfirleitt í fastlega ef það er mögulegt að gera það, þetta er alltaf hægt sko en stundum er það hægt það. Síðan svona hvað Vinnumálastofnun er að gera undanfarin ár til þess að auka starfstækifæri fyrir atvinnulífið með skemmta starfsgetu. Þá er það í fyrsta lagi fyrirmyndardagurinn. Ég veit ekki hvort að þið þekkið hann. Ekki einhver innan? Enginn? Nei. Við þurfum að standa með. Hvað sagði þið? Fyrirmyndardagurinn. Já. Þið sem að notið Facebook, endilega finnið fyrirmyndardaginn á Facebook. Því að það er okkar leið til ykkur. Og það er sem sagt, sko, þetta er verkefni sem að, þetta er ódýrt verkefni, við höfum reynt að eyða einstaklu og við getum í það og við notað Facebook síðan til þess að kynna þeim fyrirtæki sem við höfum verið í samstarfi við og erum alltaf fréttir sem gefur þessum Facebook síðan, því að það kostar. Þannig að, en þessi dagur, hann hérna fyrst 2014 og þetta er sem einn dagur á ári. Þetta er sem meðan það er í apríl, þessu eftir hverju páskadögum. Og þetta er sem einn dagur þar sem atvinnulífið með skemmtastarfsskyldu fá tækifæri til þess að vera gestastarfsmenn í fyrirtækjum og stofnunum. Þannig að þetta eru sko, þessir eru 2-4 tíma vandar. Það er gríðarlegur og sem þessi dagur krefst, en alveg frábær. Og þetta er sem sagt sko, og þó svo kannski sem finnst það hljóma sérkennilegt að það getur skipt máli að vera 2-4 tíma á vinnustað í einn dag. Það skiptir þetta ofsalega miklu máli fyrir einstaklinga sem eru ekki með mikla vinnusögu og það að koma inn í fyrirtæki hefur skipt mjög margir máli. Og mjög margir, í flest aðeins, mann reyndar ekki eftir einni neikvæðri sög sem skemmtir sig, að hafa haft góða sög að segja á deginu. Auðvitað hefur verið mjög skemmtileg. Það kannski er skemmtilega bara svo sem til dæmis fór í flugfræði Erfnir fyrir og fekk flugfræði, það var rosalega gaman henni. Það var ekki rosalega gaman þessi bara þjóðskilsami. En það er líka sko, en það er líka það skipt mann. Það er ekkert sko, að líka sjá bara, vinnustæðar eru fjölbreytt. Hvernig vinnustæðar eru alls konar. Og það er þetta sko, hvað fyrir fram að hvernig er vinnustæðar. Þannig að við erum alltaf ofsalega hrifin af þessu verkefni og hvernig skiptir máli. Það sem skiptir líka máli að við náum kontakti við ný fyrirtæki og sem sagt erum að fá stöðugott í kontakti. Þannig að þetta er svona, þetta er tvíþætt ráðandi. Síðan er verkefni virkjum hæfileikana sem að Friðrik, hvernig byrjaði það? Það byrjaði þess að það ekki þroskænt? Nei. Það byrjaði með sjónvarpsauglýsingum sem og kostaði á vöktarverðum. Stóðum að Já. Þannig að þetta var mjög áberandi sjónvarpsauglýsingar sem að flestir kannski mjög eftir sem var svona í auglýsingaherferð að virkja hæfileikana, alla hæfileikana. Og Vinnumálastofnun fór sem sagt inn í þetta verkefni sem sagt á seinnistíma. Og þá myndum við taka eða tengjast þessu verkefni og þessu frábæra auglýsingaherferð og nýta okkur hana. Og það sem sagt, og við fórum inn í það 2015 og það var sett farið í mjög stórt verkefni að fara sem sagt í allar opinberar stofnanir, fórum sem sagt til forsvarsmanna opinberar stofnana og sveitarfélaga á landsvísu. Fórum í heimsóknir sem sagt á alla staðina og með sem sagt það var fulltrúi Vinnumálastofnunar og Þroskahjálpar og VTÍ
sem að, það var svo misjafnt hvernig því var skipt, átaksstykki. Það var átök sem var í þessu. Átök tók að sér að dreifa. Já. Og öflífa líka, þetta var skipt. Og það var og við fórum í heimsóknir já, þetta var skipt og þetta var annað 100 fyrirtækjastofnanir og við höfum svo okkur sem heimsóknir, bæjarstjóra, við höfum heimsókn alla bæjarstjóra og bara fórstjóra ríkisstofnanir og mannstjóra. Við vorum að ræða atvinnutækifæri innan hjá þessum aðilum. Og þetta skiptir miklu máli og ástæðan fyrir því við gerum þetta því að það var bara reynslan var svo að það voru færri ráðningar hjá hinu opinbera heldur en einkageirana. Þannig að það stíðan bara þetta að það skiptir máli fyrir kynna hvað það henni upp á bjóða. Og þetta verkefni enn í fullum gildi og við erum ennþá að fá störf og síðast var þetta í gær sem eru stofnunar hingja á með meistríki sem vilja ræði vinna. Þannig að þetta skiptir ofsalega miklu máli. Við þurfum að vera sýnileg og við þurfum að kynna hvað við erum að gera. Þannig að við erum ánum þetta, við þurfum að halda með þetta. Svo næsta verkefni sem nýbúið að samþykkja niður í ráðuneyti og það kallast ráðning með stuðningi og þetta tilraunaverkefni til 1 árs og það var bara tilkynnt fyrst í dag hjá Vinnumálastofnun hver myndi sinna þessu verkefni og hún heitir Elín Hallsteinsdóttir sem verður verkefnastjóri þessu verkefnis sem var í Vinnumálastofnun í langa tíma og hefur reynslu og þarna verið að huga að unga fólkinu og ungum atvinnuleiðendum og það með markhópum og fræðsla til fyrirtækja og að ná einmitt og það kannski þessi hópur sem á við hjá í flestu tíma. Þetta er ekki bara það sama og þau hafa alltaf fengið bónuskerfi og eitthvað. Hvað sér þau? Þau hafa ekki bara sama og þau hafa alltaf fengið vinni í bónuskerfi og eitthvað. Já, finnst þið vera lítið úr störfum? Mér finnst það mjög, já. Já, en það sem líka, sem skiptir máli og sem skiptir líka máli fyrir ykkur að vita, þau störf sem eru sýnileg kannski það sem við sjáum út í útibúð. Það eru 300 manns okkar höfundur út á vinnumarkaði og þeir eru ekki að vera með bónus. Skilju, þannig að það alls konar störf sem ekki sýnileg. Já, þetta sama. Örvi, ár, það var lítið, finnst mér lítið á hvað þau gera. Það frekar lítið á þau eru bara allt svona. Þetta bara verið hérna. Já, finnst þið það? Já, það er bara mín reynsla. Já, það er leitt að heyra það. En ég held þetta kemur oft upp og það er hefur rætt það hvað viðkomandi er að gera sem maður hefur þessu reynslu því að það er eins og ég segi, ég veit hvað fólk vinnur. Ég veit hvað fólk er að vinna í fyrirtækjum og stofnunum og víða, en þetta er það sem er sýnilegt. Og það er kannski þess vegna og ekkert ómögulegt að fólk sjá þessa mynd. En ég held öll störf eru mikilvæg og mér finnst það að vera í kennustarfi í Vestfjörðum ekki vera minna mikilvægt en kennustörf. Það er eins konar. En auðvitað fyrir allir að skoða starfsþróun og starf þarf að henta líka aldri og hvað fólk er að gera. Það er ekki spurning. Já, og ég snurði. Já. Ég á 21 árs námsverku sem var svo heppin að byrja í námsnámi Hamrahlíð á þessum tíma þegar þeir opnuðu sérdeild þar. Þar kom vinnumál atvinnumiðstöðinni þar inn og tók seinni 2 árin hennar sem bauð börnunum sem kannski bókleiknám hentaði ekki að þau unnu 1 dag í viku á vegum ykkar sem var rosalega gott. Hún prófaði, ég veit ekki hvað marga staði. Ég hef farið einhverja 8 staði í það minnsta á þessu tímabili og það prófaði svo rosalega víðtækt. Og það hjálpa okkur svo mikið þegar við teltum áfram að leita vinnu. Þá uppgötuðu þó áframálinn hennar var ekki tíska og fatnar, þá hentaði það ekki henni sem starfsmenn. Og í dag vinnur hún á ykkar í leikskóla og það gengur rosalega. Samt frá bæði hérna eins og mállus. Og það er eiginlega alveg einstaklega. Það eru frábært líka starfsmenn að taka mótinn á varinn. Já, frábært hennar. Svo ég segi, það er gott að það gengur þeim. En það er auðvitað gengur, þetta er ekki allt bara sorgsinsögur. Þið veitum það alltaf hana best. Það er alltaf ekki þessu besta og þannig að þetta skiptir máli. Ég líka þetta, nákvæmlega sem kemur að þetta að fá tækifæri til að prófastöru, sjá fyrirtæki, öðlast reynslu, það er ekkert hægt að segja hvað þú gera þegar þú hefur reynslu. Það að fá reynslu og til þess að geta valið. Þegar maður getur ekki valið með reynslu. Þannig að þetta skiptir ofsalega miklu máli. Að fá tækifæri að sjá vinnustæði.
Og það er svo oft einmitt sem þið hefur komið upp að það er viðkomandi hefur haft áhuga ykkur og í svona verkefni er oft hægt að okkur prófa það. Þú veist, svo bara nei, þetta er kannski þú sem þið finnist gamlar í flottum fötum, þá kannski því það ekki mjög að vinna. Þetta er ekki blöku saman göttum, þetta er aðeins stóðs. Nei, þannig að það er þannig. Og síðan sko við viljum, sko við núna er tækifæri, að því að nú er þetta allt komið til vinnumstofnar og okkur langar við svo stórt og við erum bara að vinna einhverju framþróun sem að ég held að sé algjörlega tíðanverk í öllum aðtöðum áli pakkasport. Þannig ég held að það var mjög gott og gott líka að heyra hvernig við bætt þjónustum. Það skiptir máli, það skiptir ekki ofslöngum máli að vera í góðu samvinnu. Þetta er samvinnuverkefni og þetta er jú, við erum opinberir starfsmenn en við erum bara að vinna það best sem getum og í samstarfi foreldra og aðstandendur og atvinnuleitendur þá gengur. Er þetta búið því sem fyrir barn sem lefðar þá ekki svona eins og hún eftir og svona útveikjan svona BMH. Er þetta eitthvað svolítið fyrir þau að þið fá að velta á einhverjum nokkra staði svona til að finna sig? Sko það var svona fyrir fyrir hana, persónu, bara átt að sjá hluta. Þá komum við að því sem er mjög eldfumundra sem er launalaus starfsemi. Og það er mjög margir sem eru algjörlega á móti því. Hvað það er? Launalaus starfsemi, eða starfspröfa. Og það er akkurat hugmyndin með þessu, sko, að fólk fá að fara og prófa eitthvað stöð fyrst í fólk þetta. En það er margir umstæðið og fólk þarf að samþykkja það. Takk þátt í því og gott og vel. En mér finnst nefnilega hagurinn verið sá til framtíðarlítið að ef þú farið að prófa þessi fleirstörf í stað þess að vera kannski heim í atvinnulíf, frekar tækifæri að prófa tónsvöldarbíla fyrir það, þá held ég að reynslan skiptir svo gríðarlega máli. Og niðurstaðan til lengri tíma er skiptir máli. En þetta er allt vald. Já, það getur ekki verið vandamál að einhver fara að setja út af það, ef þetta er skýrt af Vinnumálastofnun fyrir þennan hóp, að menn bara, í einhverju umræðu svona starfskynningar í fólkjónustu, þetta er aldrei, myndi hann aldrei lenda þar, þetta þurfa foreldrar að samþykkja það en eins og þessa sögur, þetta verður mjög verðmætt, þannig að ég hugsi bara, það kæmi fram að mann fær ekki að draga úr því út af einhverju allt öðru. Nei, þetta er alveg rétt, það er eins og ég segi, ég held að þetta er eitthvað spurning um verðmætti. Hvort er þess að skipta, hver eru hagsmunamál? Ef ég var atvinnulaus, ég myndi frekar vilja vinna einhvers staðar að prófa til þess að frekar vera heima. Það er alveg klart. Þannig að mér finnst þetta svona líka, þetta er alltaf umræðu, það kannski er stundum viðkomnar í ákveðinu. Já, og það er fínt að fá líka það að fá, sko. Já, ég segi það kannski það er svo fyrir við að það er að fá að prófa og finna sér sjálf sem einn fórsendum. Algjörlega. Ég er algjörlega saman því og ég held nefnilega sko þessi reynsla og ég held að við þurfum mikið að hugsa um það hvað hún skiptir mjög máli. Að fá tækifæri að prófa og þess vegna til dæmis fyrirmyndardagurinn og hún skiptir gríðarlegu máli. Það að fara 2 eða 4 tíma einn dag hefur sko gjörbreytt lífið og bara eftirminnilegt sko af því að það er nú mjög bara sem sjálfboðaliðar, bara að upplifa, bara að gera eitthvað annað. Við förum í skóflokkum þar og það er rosalega vel tekið á móti okkur þar og við erum rekin af Ásins styrktarfélagi og við erum bara með, við getum komið með hópa alla vikuna, bara alla daga vikunar, hvernig sem við viljum. Við erum náttúrulega líka með verkefni sem heitir, eða náttúrulega ekki verkefni lengur, þannig að það bara er starfsemi hjá okkur sem heitir Vinna og virkni og inn á síðu styrktarfélagsins þá er náttúrulega að fá upplýsingar þetta Vinna og virkni. Og þá, að því að styrktarfélagið reka, við svona vinnustofu, Bjargarás, Lækjarás og Lyngás og þannig að fólk róterar á milli þessara 4 staða í ýmis verkefni. Og þannig að við erum svolítið að reyna að brjóta niður þessa veggi af því að ég með starfsmann hjá mér sem er búin að vera núna 22. október, hann er búin að vera í 35 ára því við hefum 35 afmæli. Því hann er rauninni kannski ekki haft tök á því að fara út úr húsinu í eitthvað annað, af því að þetta þannig þú ert ráðinn á sunnustofu og þú átt ekki að gera neitt annað. En núna erum við að reyna að breyta þessu, reyna með innan styrktarfélagsins sem höfum þess að 4 staði og ýmiss konar verkefni í hverju húsi fyrir sig að láta flæði vera í gangi og hann til dæmis þessi sem búin að vera hjá mér í 35 ár eða bráðum að hann hefur verið að fara í önnur hús þó að sé ekki nema ekki skemmtilega vinnutengt heldur en hann er að fara í kannski svona
ásustofu sem svona heitur pottur, hann að fara í jóga, en þetta allt sem við bjóðum innan staðan eða út í bæ, sem þá meðal annars verkefni. Við förum í kirkjugarðan í Reykjavík og erum að hreinsa kertin. Semst tökum kertin og þau eru endurvinni. Þá í Bjarkarási eða senda á Akureyri í endurvinnslu þangað í plastiðunum Björg sem er hérna innan hlutverks. Þannig að þetta svona við reynum að gera alls konar. Ég ætlaði nú svo sem ekkert að segja neitt mikið meira en ef það er spurningar þá bara endilega að spyrja. Ég gæti talað í klukkutíma viðbót sko. Já, ég ætla að stoppa það. Já, ég veit það. En hérna, ég heldur bara að brjóta þetta svolítið upp og við gerum það hérna kaffi og hot meðlæti og hérna, svo setjumst við bara aftur og þá verða hérna spurningar og svör. En ekki við þetta svo vel. Ég veit bara að það var sauðurhörsa einhverjum mín og einhverjum en ég veit að ég var ekki það virkar bara og ég
það bara leiðarlega stendur hérna og bara gæti tekið eitt stjórnarspil. Þannig að þá, þau sem fara framlega, þá klára þessi 4 ár í einhversiðardeildinni og svo þá kannski ekki, hann þarf ekki að vera aðeins lengri tíma þegar þau byrja svolítið rólega stað. Þá eru þau í þetta sem að flóa þetta í heimsókn í einhversiðardeildinni. Það var svona svolítið, það er ekki aðeins að eitthvað. Hann alveg eitthvað ekki alveg með sér, nei, það byggist á því að þau getur fara einnig í vekki. Það er nefnilega vantar að það flestir. Ég var alltaf að ég var í gang, og það var ekki ganga. Það var alltaf einhver stilling með þessi ekki fjölskólanum. Já, og þetta gengir svona ofan. Samþegir kennarana. Já. Var borgarstjóra og það var frábært. Það alveg svolítið Já, ég segi það. Síðustu viku þegar sundi var svo glemdi og hún fannst að bíða þannig að Já, það er bara gott að þetta heyrist. Hún fekk ekki hádegisnafn. En þetta sé ekki skrifa ef þau eru mist það ekki gaman að það sé ekki að vita.
Og þá nefnum við það er bara, ég meina það er bara kannski aðeins að minna ykkur á það að þetta er sent út, þannig að það er ágætt að tala svona sæmilega skýrt þannig að það heyrist allt land. Ég ætla kannski að fá að misnota áspurningin og kannski vera fram tvær spurningar. Fyrst er það ekki rétt skilið og umsóknir alla staði, líka þá sem reyna hlutverks, í gegnum Vinnumálastofnun. Nú bara orðið einn kanal. Þannig að allir sækja á sama stað, alveg sama hvað þeir að hugsa í atvinnutilboðum. Samkvæmt viljayfirlýsingu sem gerð þessu skiptingu þá ákveðum sem hjá Vinnumálastofnun. Þetta er ótrúlega mikilvægt fyrir foreldra að vita hvað fyrst í viðkomustað. Hann svo Vinnumálastofnun. Þannig að þó svo að börnin eins og Dr. Anka, hún tar 100% stuður í, þá fyrir við sagt fyrst til Vinnumálastofnunar. Sækja með fjölskyldum. Þetta er allt saman svo. Og þá bara beint áfram, myndi þið beina þér áfram í afturna hlutverki? Það eru eða einhverjum stöðum í hlutverks. Það eru samráðsteymi á Vinnumálastofnun og sveitarfélag sem hittast og fara yfir umsóknir. Ég sé ekki til samráðsteymi og það eru samstöðu allra sveitarfélag og allra vinnustæði sem eru vissum til sveitarfélag. Hvernig er tíminn í þessu? Er það 84 eða 82 eða? Það er rauninni, myndi ég segja, væri bara allur gangur eftir þörf. Ég meina, það er náttúrulega þessi hópur sem náttúrulega verið að útskrifast núna næstu árin og búin að vera að útskrifast síðustu ár. Þetta er rosalega stór hópur sem býr heima hjá foreldrum og ekki komin á sambýli eða einhver áfangaheimili eða hvað sem það er. Þannig að þeim oft úthlutað bara fullur vinnudagur, sem maður segir. Og það miskust reynt og ef ekki þá miskust reynt að byrja í einhver ákveðnu prósentu sem maður segir og svo þá reynt að auka við því að þörfin bara þannig að það þarf flestir sem að þurfa og ég meina ég get bara tekið til dæmi frá mínum stað við höfum náttúrulega gegnum árin verið að reyna að taka alveg minnst að 50% þannig annarkvort semst halvan daginn, annarkvort fyrir hátið eftir hátið. En núna náttúrulega aukast þessi hópur sem heima og núna til dæmis var verið að útfluta til okkar og það rauninni bara 100% stöður. Það bara allan daginn. Og þið þá með starfsfólk?
Finnst þér það sem ég finn mannegla á flestum stöðum? Það sko, stöðuna sem ég hef heyrt undanfæri þá hún bara ágætt og ég reyndar hefur ótrúlega heppin með fólk og búin að vera með saman fólki í góðan tíma og mér heyrist það að vera svona svipað, þannig að það alltaf eitthvað rennir í og alltaf en það ekkert svipað á svona frístundaheimilum og leikskólum og svoleiðis sko, þá vantar kannski 1-2 stöðugildi kannski inn á staðinu ef það vantar en þetta yfirleitt gengur vel að manna þessi staði. Aðeins lefum við að klára heimspurninguna. Og heimspurningin svo, það ekki rétt skilið hjá mér að þetta nýja verkefni sem var að vera að ráða verkefnistjóri núna, það sérstaklega ætlað fólki sem búið og hefur lokið prófið úr starfsbrautum og það er í verkefnu í raun og veru sko fjöldin sem að það séu 30 einstaklingar sem að Þetta er að sko með 20 á lokametrunum. En það allavega, það afmarkað verkefni til ákveðins tíma sem skila ákveðnum árangri fyrir ákveðin hóp. Þetta með 20 manns og þetta verið að tala unga atlit sem að útskrifast úr framhaldsskólanum. Það eins og segir, þetta var tilkynnt í dag, hver myndi sinna þessu verkefni, þannig að það var svo eftir að setja þessu fyrir niður náttúrulega þetta verður, en fjármagni fylgir skýringarna sem fylgir fjármagni þetta þungt og mikið fræðistefni atvinnurekenda, það svo eitt annað í þessu verkefni og mjög mikilvægt það sér fjármagn eitt svona verkefni. Það vinnumálstofnun sem velur atvinnuleitendar í þetta verkefni, það svo það? Sko, þetta var alveg þessi dagverkefnistjóri og ég veit það var bara eftir að ákvæða það. Þannig að vantilega það hlýtur að verða tilkynnt hvernig það er gert, hvernig heppnu verða. Þeir sem hafa lokið þeir eru með diplómanámið í háskólanum. Það er markkópur líka. Það er sem tópar með þeir sem að klára annars starfsbrautir eða diplómanámið. Er þetta ekki 20-25 eitthvað svoleiðis? Eða svona þessu bili, þessi ungi hópur? Ára? Já. Unnur, gjör svo vel. Já, ég getur þið gefið mér einhverja upplýsingar til kaup og kjör og hvernig þetta virkar allt sem örorkubætur. Sko, ég tek meðhluta. Þetta skarast aðeins. Þeir sem eru ránir hérna gegn atvinnustuðningi eða bara yfir höfu gegnum okkur eru alltaf ránir og alveg launakjör. Alltaf samt alveg kjarasamningum og það er engar undan með það. Það sem við höfum, það sem ég gleymdi að segja á það eru vinnusamningar öryrkja. Og það eru samningar sem að fólk þarf líka að samþykkja þessi sóttum þegar það sækir þjónustu og eru kynntir. Þá það þannig að ef atvinnurekandi ákveður ráða atvinnurekandi skemmta starfsskyldu til starfa, þá borgar honum alltaf full laun. Með kjarasamninga og bara með starfið. Síðan ef vinnusamningur öryrkinn notaður að þá getur hann sótt endurgreiðslu 75% endurgreiðslu af launum og gjöldum fyrstu 2 árin og svo lækkar hann 10% ári. Framlag atvinnurekanda í raun og veru þá 25% fyrstu 2 árin, lækkar sem 35%, 45%. Það endurgreiðslan, þegar hún komið 25% þá hún ótjámyndi. En við erum samt að reynda aðeins að taka upp reglugerðina þegar við tókum þetta fyrir Vinnumálastofnunar og svo skoða hvort það sé betur að hafa fyrirkomulega öðruvísi og einfaldara. En hvernig virkar það í sambandi við örorkubætur? Þá skerðast þær hvernig? Jú, hvernig það frítekjumarkið? Sko, það er núna þannig að frítekjumark öryrkja gagnvart atvinnutekjum 100.000 krónur. 100.000 mánuði. 100.000 krónur. Eftir það er skerðingarhlutfall 38%. Eftir það hefur talað í frumvarp til almannatryggingalaga. Það er gert ráð fyrir að öll frítekjumark verði afnumin og skerðingarhlutfallið hækkar um 40%. En það verður ekki afgreitt sem sé á þessu þingi hvað varðar öryrkja. Það stendur til að afgreiða þetta varðandi ellilífeyrinn á þessu þingi. En við höfum harðlega mótmælt þessari aðferðafræði vegna þess að þetta kemur mjög illa út, ekki síst fyrir fólk sem með tiltölulega lágar atvinnutekjur. Það hreinlega bara tapar á þessari ferðspurningu, þrátt fyrir það að kerfið kostar ekki í heild sem svona 8 milljónum meira heldur en núverandi kerfi.
og þeir peningar að fara eitthvað alltaf fram að heldur en þeir öryrkja sem eru lágar starfsgetur sem eru með lágar atvinnutekjur. Til dæmis eins og 100 skall. 100 skall til að tapa með. Ég reiknaði út að það var 60.000 sem kannski ekki óalgeng á vernduðu vinnustöðu, 60.000. Þeir eru að tapa svona 4 skall á hverju mánuði með að við fyrirhuga nýtt kerfi. Svaraði þetta spurningur einu sambandi við hér? Já, ég svara, það náttúrulega svolítið kannski fjölbreyttara launakerfi á hinum stöðunum má segja, en margir staðir eru að ráða inn fólk á svokallum eflingarlaunum og það var undirritaður samningur 2001 og þá eru þau ráðin inn í gegnum starfsmat. Það fara þá allir og hlutverk úti og starfsmat sem að þeir styðjast á við í tengslu við þessa samninga við eflingur og þannig að fólk þá ráðið inn á hvort sem með 30%, 50% eða 70% starfsmat og þá það miðað við í rauninni bara þá bara tekið þetta mat þegar þau eru komin í vinnu og metið út frá því. Svo eru náttúrulega eins og margar hæfingarstöðvar og svoleið sem eru náttúrulega ekki með neinar launagreiðslur. Ég get tekið minn vinnustað, það tvískipt. Ég bæði með þessi svoköldu eflingarlaun, þar sem að ég með, ég held að sé eins og hjá mér eru cirka 10 manns sem eru áfram þessum eflingarlaunum. En svo ég aftur á móti með annan hóp sem þá ekki raun á eflingarlaunum en þau eru að fá sem við köllum svoköldu afgjald af þeim verkefni sem við erum að vinna. Þegar launin þeirra byggjast náttúrulega á þeim verkefni sem við fáum í hús til að vinna og hvað við fáum borguð fyrir þau. Og í rauninni þá bara allt það sem við fáum borgað bara dreift yfir og við svona vitum cirka tekjurnar okkar yfir árið. Við þurfum að hafa ákveðna sértekjur og það í rauninni bara deilast niður á mánuðina á hvern haus. Þannig að það þessi svokallaða það sem ofti kallaðar vasapeningur. Þannig að þau eru að fá kannski frá 5 og upp í 10 skall á mánuði fyrir það. En það náttúrulega bara því náttúrulega svo eru þau náttúrulega með sína bætur á móti. Og það náttúrulega, ég hef oft talað það sko, að mér finnst þessar bætur, þær eru bara að fara inn til atvinnurekenda og þá það bara út sem laun, ekki sem bætur, það eru að fá þetta sem laun fyrir vinnuna sem þau leggja fram, hvort sem það á hæfingarstöðu eða á vönduðu vinnustað, starfsþjálfun eða eitthvað öðru. Það eins sem ég tala í sambandi við skerðingu sem var að spyrja að það ekki bara 109.000 sem eða 100 skall sem mátt vinna vegna þess að ef þú vinnur 6% vinnu sem nemur kannski 25.000 krónum á klukkutíma að þá skerðist það sem heitir framfærslu uppbót og þetta 20.000 krónur hún var 20.000 krónur sem skerðast strax og þú ert farin að koma inn með 1.000 kall í laun. Það fyrir strax. Eftir það máttu vinna eftir 100 skall. Þannig að þú skerðist alltaf laun þessu 20.000. Það vissi ekki alveg rétt vegna þess að margir okkar hópi eru með hæstu aldurstengdu uppbót. Þá erum við með bara þegar framfærslu uppbótin bara 4.000 krónur. Það er í börnum okkar? Já, sem mikið af fólki sem með þroskahamrun með örorkum allra 18 ára aldri og þar að leiðandi með hæstu svokallaða aldurstengdu uppbót. Þá munar í raun og veru framfærslu uppbótinni og flokkunum ekki nema 5.000 krónur. Það alveg rétt hjá þér að framfærslu uppbótin skerðist krónum til krónum. Þannig eftir 5.000 skall það hefur ekkert meira úr bítum heldur en Þangað til þú komin yfir 20.000 skall. Ef þú komin yfir 5.000 skall en ef þú ert með hæstu aldurstengdu uppbótina þá ertu með frítekjur. Ég ætlaði bara ekki að halda langa fyrirlestur áður þegar ég kemur í sko. Ég finn fyrir þessu sjálfur þess að ég með geðkallum og ég fór að örorku þegar ég var 36 ára og ég skerðist 20.000. Spurningar? Komment, gjörðu svo vel. Umsókn, það ferli, veist. Umsókn skrifar einn umsókn bara, veist.
bara á morgun eftir að geta snemma á. Já. Þetta ætlast ekki að morgun. Ég er svo. Það sem gerir síðan það er alveg gríðarlega fjöldi umsóknir sem berst á þessum árstíma. Þannig það eru fjölmargar umsóknir sem bíða umsóknir þeim núna og þegar. Það á samkvæmt bara öllum reglum að vera haft samband innan byggjarna. Það eru það á nótt til að reyna að ná því sko. Þannig að þá er þetta að ringi fólk upp á því viðtal og bjóða á fyrstu viðtal. Og þannig að það er svona eftir hvað það er sko. Þetta er mikið umræða núna við þessar breytingar sem við tókum alltaf Vinnumálastofnunar, hvort það er að kalla alla í viðtal, líka fólk sem er að sækja um á hæfingarstöðum eða hvað eða hvort er mengt að taka þá sem er að sækja inn á vinnumarkaði. Þetta er svolítið í mótun þetta ferli, en alltaf fyrir umsókn inn og það er haft samband á það sambandið en ekki. Og þá fyrir eitthvað ferli svona að finna vinnustað og eitthvað svona. Það er umsókn að heyra frá Vinnumálastofnunar. Já, því að það er ekki mikið laust, það sé sagt. En sumarstörf, það er það að búið að byrja þessu vel. Hvað er það sem eiga þetta aðstæðin? Nei, þið voru bara til við báðar að þið væri svo mikið samstarfið við aðstæðendur líka. Hvað er þá sem eiga ekki aðstæðendur eða það sem aðstæðendur þá snúður baki við þau? Það er bara að koma til út. Það geta allir sótt Það geta allir sótt Og ofta tími er fólk með félagsráðgjafa eða einhvern sem er aðstoð. Og það er ekki alltaf aðstæðendur. Þannig þegar við notum orðið aðstæðendur þarf að tala alls konar. Tengslanir í kringum einstaklingi. Ég er að spáði sko, ef ungmennið erum svo ekki að komast inn kannski inn í þessu skólan eða þetta fá svona vinnu með, eða er þetta svona, það er bara angut eða? Hlutastarfna í skóla. Nei, það er ekkert angut eða. Og flestir eru í einhverjum, en það sem er kannski oft flókið í því þegar fólk er stundardaflan breytileg, þá gengur er mjög erfitt að láta vinnu ganga upp á móti. Þannig að það er kannski að það getur unnið alltaf 4-8 eða 4-8 en ekki kannski mánuður fyrir hátegi 50 eftir skilur. Þetta er enda bara alveg vinnumarkaður og hvernig er hægt að gústa þið saman. Hún er þar sko, svo er ég hinum meginn. Ágætt að við spáður eitthvað. Þú slegist í morðin? Já, slapp. En það er náttúrulega hjá okkur eins og þegar ég er að taka inn á minn stað þá er rauninni bara fólk fórið færingur útlutað og svo við höfum verið í endalausi baráttu við þessi skólatilboð, eða baráttu og ekki baráttu og eins og bara það er náttúrulega, við erum alltaf að reyna að miða fyrir okkur og við erum að reyna að miða við að vera eins á og bara að við séum á þessum almenna vinnumarkaði, við séum bara vinnustaður og bara eins og fjölmennt, ég meina fjölmennt er fullorðinsfræðsla, var með skoðstu uppalega fyrir 20 ára þegar ég kom inn í að gera 30 árum og þá náttúrulega þegar ég fyrir fullorðinsfræðslu þá er ég yfirleitt á kvöldin og helgar eða eitthvað svoleiðis en fullorðinsfræðsla fyrir fatlað er yfirleitt bara á vinnutíma og þetta hefur verið alveg svona mikið umræðu efni í mörg ár en þau eru náttúrulega líka fyrir tilboð eftir vinnu. En maður er eiginlega svona næstíð búinn að tapa þessara baráttu á þessum vinnustöðum sko. Því að það er bara sagt, já ég meina við fáum ekki kennara á öðrum tíma, þau verða bara þetta eina sem við getum boðið þeim. Og maður náttúrulega ekki heldur hindra að þau komist í þessi tilboð sem að þau hafa gaman af og að fara í myndlisskólan, þau eru að fara í, hjá mér eru þau að fara í myndlisskólan, þau eru að fara í vörklass, þau eru að fara í perluna sem byrjar aðeins áður að vinnutíminn endar og alls konar tilboð. En ég hef bara litið á þessu svo að þau fara bara í tímabundið leyfi þá þennan tíma. Þá bara minnka þau vinnuna fram þann í þennan tíma, svo þegar skólinn er búinn þá koma þau bara inn sinn fulla tíma. Þannig ég náttúrulega, ég get farið í námsleyfi, ég meina þau fara bara í námsleyfi og sé bara hálfur dagur í viku. Það er kannski bara 2 í viku. Ég meina það, þannig ég meina þá fara þau bara í námsleyfi. Ég meina þetta er samt sko, nú þú haldur reynuna þegar þú ert að vinna námsleifnum. En málið er nefnilega sko að leið og kannski 4 fara út hálfan dag í viku, þá er náttúrulega komið heilt pláss sem ég er að halda í heilan vetur.
lausu inn á vinnustöðunni. Ég get ekki ráðið, eða ég fæ ekki úthlutun frá Vinnumálastofnun sem segir að já, þú getur, þessi kemur inn í 9 mánuði, meðan skólinn af því að það koma allir inn svo á sumrin. Þannig að ég að halda í rauninni lausum plássum, sætum, stólum og svona í 9 mánuði og þetta getur verið allt upp í 1 til 2 stöðugildi á ári sem að, ef að Reykjavíkurborg vissi þetta sko, þá eru þau ekki glöð að það væri laus pláss af því einhverjir eru í skóla. Þannig að þetta er eitthvað sem fer alltaf út fyrir veggina. Þannig að þetta bara gerist innan hús og hérna Þeir eru sérst í borgarstjórn, já. En hérna það er annað að setja á YouTube. En ég meina þetta er bara staðan í dag. Það er bara svoleiðis. Og ég alveg styð heilsugar að þau taki þátt í vörklassa því að okkar einstaklingur veitir oft ekkert af því að komast í smá líkamsrækt og hreyfa sig og lifa heilbrigðu lífi og allt þetta. Ég get ekki farið að segja nei, finnst þú að fara í vörklass 3 viku þá þarftu bara hægt að vinna. Það er náttúrulega bara ekkert í boði. Og ég er með einstaklingar hjá mér sem er í atvinnustuðningi hjá Bryndísi sko. Semast hann fer hjá mér, hann er hjá mér einhverja daga í viku og svona. En hann fer alveg 4 daga í viku klukkan 2:30 frá mér í Bónus. Þannig að þá er hann hjá mér á móti. Fyrir mig, ef þessi einstaklingur til dæmis þyrfti að hætta hjá mér og fara bara í atvinnustuðning. Ég veit ekki alveg hvernig hann myndi fúnkera í atvinnustuðning þannig að hann þarf svolítið að vera félagslega sterka persóna í minni vinnu. Það líta að vera svona upp til hans. Það er bara, já, hann er að fara í atvinnustuðning, þá kannski ég möguleika á því líka. Og hann fær þetta sitt félagslega hjá mínu fólki. Svo fer hann, sem hann reyndar alveg bara verða að taka það fram, hann var frábæra samstarfsfélagi í Bónus. Þegar hann var fertugur í fyrra eða hittifyrra, það mætti bara húðinn sko í afmæli, það var bara æði sko. Og hann fer alveg með þeim allar árshátíðir og allt svolítið sko. Váflá. Það er lengur, það bara maður hérna eina spurningu. Ég skal ekki fara svo mikið. Það eru sumarstarf þannig með sendingar? Hjá Vinnumálastofnun? Já. Nei. Það er sko, það er galli. Því að hérna, það er ákveðin hópur sem er ráðinn í þessu störf og það er þú handtekur sjónfljóðsum og það er ekki aflýsing sem getur komið sem með auðveldum hætti þessu störf því að þú erum að mynda tengsl einstaklinga út á vinnumarkaði og það er dálítið flókið að fara að ráða en fullt af starfsfólki til þess að leysa af að fylgja eftir fólki til vinnumarkaði. Þannig að við höfum ekki gert það og leist hvort annað af í því og þannig að sveitafélögin hafa síðan suman. Þannig að það er þá Reykjavíkurborg eða eitthvað sveitafélag sem við höfum ekki sett sumstöð. Má ég svara? Ég hef gert það. Frá því hefði sko. Það var í kaffinu reynda með samþykki nokkru aðila sko. En sko, ég þyrfti að gera það í rauninni eins og á mínu vinnustað sko. Það því að það er náttúrulega, ég hef með 50 manns í vinnu, þá fallaða. Og ég reyndar hefur verið þannig yfirmaður að það bara fara allir í sumarfrí sko, bara helmingur fer í fyrrafrí og hinn helmingur í seinafrí. En svo var svo mikið að gera á sumrin sko, ég bara orðin vandræði. Þannig að ég þyrfti að ráða einn svona smá sumarafsyngar til að vinna vinnuna þegar hinn eru í fríi. En það er rosalega erfitt. Og en ég gerði það sko að ég þekkti einstaklingi fyrir og bara lofaði henni smá sumarvinnu en ég lofaði henni ekki áframhaldandi vinnu og það hentaði henni ágætlega sko. Þannig að ég hef gert þetta 2 Þetta er ekki frábært samstarfssveit. Þetta verður sett eitt úr það. Ég meina, akkur ekki. Það sem ég segi, við höfum alveg fullt með hugmyndum til að leysa allt og fatlaðara, sko. En það er alltaf svona fleiri samstagsæðar. Þannig að sko þetta. Orðið laust ef við viljum fá einhverja sögur svör og... Já, ég er rekin. Þannig að orðið laust bara fyrir einhver að spyrja. Ég tek undir þetta, góð hugmynd þetta með sumarstörfin. Það er mikið vandamál svona fyrir þess að krakka að fá þá kannski starfskynningu í leiðinni sem allur hjálpar þeim sko. Þetta er snilldar hugmynd sko. Og líka þegar það er nýja stóra og flotta sko. Það er verið frábæra aðstæðan. Má ég segja frá mjögúsinu? Ég semst, bara eins og ég sagði á hann, það er búin að vera 15 ár í ásögnustofu og það er af 13 sem fór stöðmaður. Ég er búin að bíða í
12 ár eftir nýju húsi. Þannig að ég reynda að sagðist að ég ætla að hætta þegar ég væri búin að koma á vinnustofu í gott húsnæði, en ég hef enga tím til að hætta, svo sem ég ætla að gera. Og þannig að við erum núna, draumurinn að rætast og við erum að fá nýtt húsnæði uppi Ögurhverfi 6, sem er stærsta húsið í Ögurhverfinu, held ég. Og skrifstofu Styrktarfélagsins flutti þangað núna í júní, þannig að við verðum í sama húsnæði og skrifstofu félagsins. Og við erum að fá fyrsta hluta. Sko húsið er 2700 fermetrar og skrifstofan er í einhverju svona innan við 1000 sko. Þannig að ég fæ svona, fæ restina svona í bútum. Þannig að fyrsta hlutan er ég að fá núna sko bara svona meðal október, vonandi, ekki mikið seinna. Og svo fáum við hluta 2, bara vonandi, ég ætla að segja svona apríl, mæ. Þannig að svona með næsta sumar, þá verðum við komið að vera rosalega flott og góða aðstöðu. Þannig að það er best að koma heimsækja mig sko, eftir svona meðan október, eða þá er það að byrja nótur, því ég er svolítið mikið burt í október sko. En þannig að til að skoða nýja hús. Hvað var þetta stofnum svona? Við vorum í rúmum 500-600 þar, en það var rosalega óhentut húsnæði. Það er helgur stefnum. Þetta er alveg meira vinnustefnum, já. Svo er náttúrulega þriðji hluti sem er ekki vitað alveg hvenær við fáum sko. Það verður rosalega gaman. Maður meður ekki klóna því bara? Klóna? Klóna því? Já. Herðu, jú. Það vantar fleiri svona áverka sem er í. Það, sko, mamma segja sögur. Þú er búin að segja nokkuð á þessu. Það stoppaði nú. Við komum mér á stað í einhverjum vitleysu, sko. Ég nefnilega var fórstöðumar á skammtímavistum fyrir einhverfa fyrir 15 árum, sko, áður en ég byrjaði á sig. Og þar var einstaklingur sem ég fór með í gönguferð og hinn æsti draumur var að fara niður í skorplagnirnar í Reykjavíkurborg og klóna sig sko í einhverjum 100.000 milljón eintök. Og ég alveg bara, guð minn góður, bara nei, er ekki nóg að hafa eitt eintakaður. Hver á þá að hugsa þessi 100.000 milljón eintök? Nú, við klónum þau bara í 100.000. Ég bara, nei. Þannig að, já. Þetta er ekki reynilega gömul hugmynd sem þetta var kynni. Spurningar eða ábendingar eða tillögur? Já. Það sem að mér langar kannski líka svolítið að ræða, það var þetta bara svona nýsköpun og framþróun í þessar atvinnumálsfólks. Og þegar ég segi sko, ég má segja það. Það hefur kannski verið svona, það hefur ekki verið rosalega mikið að gerast síðustu ár. Og staðar réttar hefur ásverð að vinna þetta tölvöldumleitingu en það hefur ekkert mikið annað verið í gangi. Þannig ég held að það væri frábært að svona, allir færi svona svolítið að hugsa hvað er hægt að gera eitthvað annað. Það til dæmis sko, það var einmitt, ég var nú bara hjá Öryrkjabandinu daginn, í pallborði, það var einhver að ræða nýsköpun. Og þá kom einmitt einn kona var að tala það sko, það hefur alls konar nýsköpunarverkefni, styrkir til fólks núna, sérstaklega í góðverðinu þegar það er sko. En það er kannski ekki fyllt allavega fatlaðs fólks eða fatlaðar einstaklingar hafa ekki tekið þátt í þessum nýsköpunarverkefni. Þannig ég held að það sé, og það er alls konar til. Það er og bara erlendis eru bara fyrirmyndir alls konar nýsköpun. Og einu fyrirmyndir fyrir auka. Þannig að það er hægt að hugsa, ég held að þurfum aðeins að bara hugsa svolítið einhvern tímabært að það sé bara fyrir mjög áfram. Og það er náttúrulega með þessu erlenda samstarfi erum við náttúrulega líka að fá alveg fullt af hugmyndum og við erum eiginlega stundum að fá aðeins og margar sko. En okkur vantar svolítið framkvæmdir og eitthvað góða framkvæmdar aðila að framkvæmda hugmyndum úr okkur sko. Það er það sem okkur vantar. Þetta snýst alltaf peninga. Þannig að það er náttúrulega það sem það gerir. Það er alltaf voðalega umræð. Við erum alltaf að reyna að horfa á þessa flottu fjárfesta sem að Ísland á hérna sko, sem veit ekki hvað er að gera við peningum sko. Og þeir hafa ekki alveg veitt okkur svona viðtöl eins og en við höfum svona reynt að hitta á það í partíum og svona stjórnum. Það hefur alveg svona komist viðræður en ekkert svona alvarlegt í miður, það hefur ekki verið náttúrulega
góð veisla. Svo er hægt að bjóða fólk í partí. Þannig að okkur það er hægt að bjóða okkur í veislur og svona, við erum svona uppáþreikjandi. Ég líka sko, þið náttúrulega allt þetta inni, þið tengist einhverju fyrirtækjum og stofnunum og eitthvað. Hugsið líka svolítið ykkar umhverfi. Þú veist, einhverju möguleikar í það sem ég vinn eða sem að þið þekktir og hvetið þið líka endilega fólk til þess að skoða hjá sér. Einhverju möguleikar, einhverju störfina sem einhverju aðbreytum að skipta starfið gæti sinn. Þannig ég held að svona, og einmitt þessi umræða vinnusamningu öryrkja sem skiptir máli að fólk vita og þó svo er eins og við fyrirmyndadæmist sko, ég aftan á því að ég hef ekki heyrt tala þetta sko, en svona er þetta. Fyrirmyndadeginum á Facebook alveg bara. Sko ég er alveg stjórna síðan og fylgist með hvað koma mörg ný like sko, eftir þannig að fundi, gera það alltaf svona, sjá hvort að þetta skil einhverju svona umræða og það skiptir máli, það er, Facebook er gríðarlega stóri vettvangur, samfélagsvettvangur og það er bara að einn sé að líka við einhverja festur eitthvað það sjá það fleiri. Þannig að þetta skiptir okkur öll máli, þetta er bara, þetta skiptir samfélagi máli. Þannig ég vona innilega að þið svona stekki þar sem því og svona kannski dreifir óskum. Þá segir þú, samfélagsábyrgð ykkar er mjög mikil. Já, það er samfélagsábyrgð fyrir allir, þetta skiptir máli og það skiptir máli hvað allir er að segja. Og líka þetta að vera jákvæð og vera svona deila eins og þessu góðri sögu sem þú varst að segja. Og það er kannski það sem við erum ekki verið á dugleg bara hjá minnistofnunum, það er að deila svona góða sögu. Ég held að við þurfum kannski svolítið að gera það. Þannig að við þurfum að hugsa einhvern vettvang til þess. Við erum alltaf bara að vinna okkur vinnu og svo veit kannski einhvern að gera fólk sér einhvern ákveðin þátt af okkur starfsemi en sér náttúrulega ekki meginþorran, eins og ísjaki. En það er kannski eitthvað sem við þurfum að gera. En þetta er alltaf svona hver tilbúin til að koma fram og segja svona sögum. Það er alltaf líka svona sögulegt tilbúin til þess og það er ekki. En eru þið ekki að fara inn í sérdeildirnar með kynningar og bjóða sérdeildarnum á staði og kynna hluti? Við erum ekki með samningar við neina starfsfólk í dag. Við vorum með samningar við MH og eins og vorum við með Borgarholtsskóla og Vinskóla, hann hét Vinskóla. En í dag er engin samfélagssamningur. Þetta voru samningar sem voru gerðið á milli menntamálaráðuneytisins og stofnananna. Við höfum barist í því að þessi samningar séu gildir, en þeir kosta starfsfólk að sjálfsögðu. Og þetta er alltaf spurning bara borgarsögn. Þú erum marga starfsfólki, það er eitt starfsmann sem sinna þessu verkefni, algjörlega. Og það varst ekki að sinna þeim sem er byrjast eftir annar bjóðstöð. Þannig að það þarf að sér fjármagna svona verkefni. Því miður, mér finnst það volið eftir það en það þarf ekki að vera hvernig þetta er. Því miður, það er svona. Og MH hefur sérstaklega Sofía sem er stýrt breytinu þar. Við vorum í samstöðu við Borgarholtsskóla þegar hún var þar og ég var umsökkun í MH það og strax og sagði, við viljum vinna svona. Við viljum líka fá þessi kennarar á starfsfólkum sem er að fara með hendur fólk sem er að vinna í atvinnulífinu. Það tengja strax vinnumústaðum og það sé eðlilegt fyrir fólk að sækja fangaþjónustu. Ég held að skipta greiðlega fyrir fólk og eins og þetta sagði mér segja svo. Ég veit náttúrulega eins og staðurinn á hlutverks þegar hafa náttúrulega reynt að vera í góðu samstarfi við starfsbrautirnar í framhaldsskólanum og það hafa margir nemendur komið í kynningu hjá okkur. Það hefur stundum verið einu sinni viku í 8 vikur eða 3 viku eða jafnvel bara 1 viku. Þannig að við höfum alveg reynt að taka móti bara öllum þeim sem var. Og eins og fyrir mig á Svinnustöðu þá höfum við verið í góðu samstarfi bæði við Flensborg, Breiðholt, Borgarholtsskóla og einhverja fleiri framhaldsskóla sem hafa komið. Ármúli líka hefur komið til okkar. Ég held að standa með ennþá í námskrá á starfsbrautina að það sé þessi grunnfjörnum. Já, rétt. Það er Seinniskráar. Já, einmitt. Það er líka það að það er þetta spyrja hvernig það er framkvæmt. Veit ekki, nú er mín á síðasta ári og hún er ekki ennþá byrjuð inn enn svona. Að gera að spyrja það. Hvernig er hugmyndin að framfylgja námskrá? Já, það var haft samband við mig núna einhvern og ég var látin vita því að það var ég búið að búa til starfmenntanir sem hún fær að prófa innan skólans. Hvað skóli það er? FH. Já. Og það bara aðtöku hvernig það gengur og svo mögulega að hún fá að fara eitthvað inn á Mýraborg og finna sér starfsemina þar. Ég er ekki alveg fyrir að ganga en ég var það að prófa. Að gera prófa. Já, að gera prófa. Því miður komum við ekki að þessu samstarfi. Það er ekki við höfum neitt, þannig að núna er þetta nýja verkefni þá vonandi hefst samstarfi, eins og ég segi, það er að útlista hvernig það verður. En þetta er samt það sem okkur var sagt sko þegar við kemum á skólan á sínum tíma, þá töluðu þau náttúrulega allir skólanir þetta. Þetta væri
Já, en það er bara, það er bara ábyrgð skólans, það er Vinnumálastofnun ekki ábyrgð á þessum hlutum. Þannig að það sé ljóst bara hver er ábyrgð á, þetta er ábyrgð á námskránni og en við hefum gert með sér samninga eins og annars sem við séum að gera síðast. Það er bara að gera þessu námskránni. Jú, við getum langar bara að spyrja, hún það út í reksturinn, þannig að þið vil ekki tala um peninga. Hvernig rekstrarformið á þessum fyrirtækjum eða þessum stofnunum sem innan hlutverks? Þetta sjálfseignarstofnanir eða þetta ekki að sveitarfélögunum eða hvernig eiginlega formið það? Ég held að það bara öll form. Hún getur talið upp þetta. Það ekki á föstu fjárlögum hjá ríkinu, ekki hjá sveitarfélögunum? Ég held að sé enginn hjá ríkinu nema kannski það spurning með Vinnumálastofnun náttúrulega. Vinnumálastofnun náttúrulega hjá ríkinu? Já, en sko ég hjá sjálfseignarstofnun sem með þjónustusamning við þá sveitarfélögin sem að þeir eru með einstaklega í þjónustu. Það er semst þá Reykjavíkurborg veit ég og Kópavogur, Hafnarfjörð. Flestir þessu stöðum að rekna sveitarfélögum. Restin af sveitarfélögum eru þá girðingar, þannig að ef viðkomandi með lögheimili í Kópavogi, þá getur hann fengið að vinna á þér í Kópavogi, en ef hann í Hafnarfirði þá þarf hann að fara á einhvers stað í Hafnarfirði og svo Reykjavík með sína staði. Má ég aðeins? Þú mátt aðeins. Þetta er nefnilega markmiðið með viljayfirlýsingunni á þessari skiptingu. Við ræddum það gríðarlega mikið. Það gengur ekki, að fólk geti ekki unnið á milli sveitarfélaga. Og þess vegna var líka meðal annars að allt umsóknarferli fari gegnum Vinnumálastofnun sem er náttúrulega ríkisstofnun og er ekki byggt á sveitarfélögum. Og svo þetta þarf að vera samstarf við sveitarfélögin sem reka vinnustaðina. En það er ákveðið flækjustæði. En það er samt sem aður, og það stendur í viljayfirlýsingunni að þetta á ekki að koma veg fyrir það að fólki á sveitarfélögin getur ekki unnið sveitarfélögin á verndarvinnustaðina. Það á að vera glæðið mikið. Það er líka kannski að þetta skilja eftir á ríkinu, það virðist vera, þegar flutningurum, þegar málinn til allar að bara flutti til sveitarfélagana. Eru þá þjónustumiðstöðvarnir í Reykjavík, þá bara koma þær ekkert nálægt þessu og þjónustufulltrúarnir sem maður hittir þar, þeir vita bara ekkert atvinnumál fatlaðra. Er það svolítið? Þeir vita það fullt það því að eru atvinnumál fatlaðra fyrir stór hlutur. Til dæmis eins og í Reykjavík, þá er Reykjavík og Gylfafjörður viðurvæg. Það fyrir utan kerfið þetta. Þeir sem að sveitarfélögin, ég veit ekki hvort Gylfafjörður byrjaði að taka í nattum, gerði það ekki. Það er stoppstrand hér. Og það er stopp þar í sennilega 2-3 ár. En eru það fyrir utan kerfið og ekki svo til gegnum Vinnumálastofnun? Við erum að slást við alltaf 2 kerfi og svo veit enginn neitt og allir svo eftir einhver milliskipt á trygg. Ég veit það. Og það er markmiðið með þessu viljayfirlýsingunni að allar umsóknir fari eina gátt til þess að einfalda kerfið og til þess að þessi sveitarfélagsskýringar séu ekki fyrir hendi. Og við erum að tala þetta er ekki búið. Þetta er bara að við erum að vinna að reyna að efla samstarfið og búa til samræðsheimi til þess að þetta sé ekki hindrun. En markmið sem sagt, þetta er alveg pólitískt. Já, þetta er náttúrulega bæði, Það var náttúrulega pólitík að færa málaflokkinn á milli. Ég var alveg á móti því, það er bara það sem komið fram. Ég vildi bara hafa þetta á ríkinu að þetta er svo lítið, við erum svo fá. Þetta er svo lítið, við erum svo fá. Þannig að það var ekki sveitarfélag í landinu sem fékk málaflokkinn eitt og sér, ekki einu sinni Reykjavík. Þannig þeir þurftu að taka Seltjarnarnes með sér, þannig að þeir voru fáir á Seltjarnarnes. Þannig að ég sá aldrei rauki, en þetta fyrir ekki sammála mig. Ég er sammála. Það sem gerðist í raun og veru við yfirfærslum hvað var ákveðið, þau kláruðust þetta. Það var ákveðið í ákveðandi bráðabirgða að þeir skipa starfshóp og skulle klára. Hann var skipaður. Og sett geta ekki allt, alls konar hluti sem hann hefði fengið tækir og örugglega ekkert oft og það fylgir á þetta, við erum niður í þetta ráð. Náði niðurstöðu, en svo niðurstaða var ekki samhljóma. Það voru allir fulltrúar nema fulltrúar sambandsríkja sveitarfélaga á einu máli. Síðan var bara þessu málaflokki haldið bara í herkví í 5 ár. Og það eru þeirri herkví og meðan það gerðist, þá bar enginn á þessu hópi. Það er bara alveg ótrúlega sorglegt hvernig menn gátu, það var nú tekið bara náttúrulega lifandi fólk í herkví. En þetta samkomulag sem Bryndís er að vitni er í raun og veru tilraun til þess að brjótast út úr því að þetta sé komið eitthvað fyrirkomið og það sem að sveitarfélögin settu fyrir. Og sett geta ekki allt, alls konar hluti sem hann hefði fengið tækir og
og það fylgir á það, við erum sem sagt niður í hérna ráð. Við leggjum áherslu svo hverja áherslu. Við vita það að við gangur til starfsmenn sem skemmta starfsmenn. Það hérna, þannig að við vorum dörfra okkur við skipta máli á sumum. Og líka bara komin á hótel, hvað stöðar og nóg í. Þannig að það